Já, við viljum að ræða loftslagsmálin næst. Það eru skiptar skoðanir árangur af COP30, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu. Einkum hvað varðar jarðefnaeldsneytið, svona samkvæmt því sem komið hefur fram. Nú, flestir Íslendingar sem sátu ráðstefnuna hafa ekki enn skilað sér heim, en við ætlum nú að reyna að ná í skottið á þeim síðar í vikunni. Við ætlum einnig að ræða við ungt fólk, talsmenn ungra Íslendinga, hvernig þeim lítist á blikuna. Því það er nú stundu sagt að mín kynslóð þurfi nú kannski að hafa minni áhyggjur heldur en næstu kynslóðir. En eru mjög margir sem að hafa fylgst spenntir með tíðindum á þessari ráðstefnu og fylgjast spenntir áfram með þessu gríðar mikilvæga máli. Og í þeirra hópi er Hallgrímur Óskarsson sem hefur komið hérna áður á samstöðuna hjá Carbon. Er það Carbon Iceland eða Carbon Ísland? Carbon Iceland. Carbon Iceland. Vertu velkominn, Hallgrímur. Þú ert í hópi þeirra sem að þú hefur fylgst grannt með tíðindum frá þessari ráðstefnu, ekki satt? Og þú hefur kannski fylgst með því að margir segjast hafa orðið fyrir vonbrigðum og tala að þarna hafi ekki orðið mikill árangur. Það er talað bakslag jafnvel. Það er sagt að Bandaríkjamenn hafi svikið lit og séu að stefna okkur á heljar þröm, samstöðuna skorti og svo framvegis. En hver eru svona þín viðbrögð við því sem komið hefur fram? Ef við byrjum bara vítt. Mín viðbrögð eru þau að það er bæði hægt að rökstuða það að þetta hafi að stórum hluta misheppnast og líka hægt að rökstuða það að það sé engu að síður hægt að rökstuða það að það sé alveg skýr tilgangur að halda þessa ráðstefnu og halda samtalinu áfram vegna þess að ef við rifjum upp söguna allt frá 97 og svo 2015 Kyoto 97 og Parísar samkomulagið 2015 þá gerðust í rauninni svipaðir hlutir. Þá voru nokkrar stórar þjóðir, Kína og Bandaríkin og fleiri stórar sem að skrifuðu ekki undir það sem þau metnaði fullu markmið og samningar sem áttu að skrifa undir. Og þetta var líka þannig í Parísar samkomulaginu 2015. Þannig að við höfum alveg séð þessa stöðu áður. En við höfum líka séð hitastigið fara hækkandi. Já. Og hræðilegar afleiðingar af veðurfarslegum skakkaföllum. Já. Og bara þetta með hækkandi hitastig, mér finnst oft best að lýsa því bara sem breytt búsetu skilyrði fyrir stóran hluta mannkyns. Vegna þess að fyrstu viðbrögð til dæmis margra Íslendinga þegar sagt hitastig mun hækka aðeins og þá þetta sumir í það að segja, er það ekki bara gott hér á Íslandi? Og en þetta eru fyrst og fremst breytt búsetu skilyrði. Það sem hægt er að búa í dag er ekki hægt að búa lengur. Og við sjáum til dæmis bara aurskriður, eitthvað það sem var sífreri áður og bara bæjarstæði sem virkuðu og fólk bjó áratugum saman verða í náinni framtíð þannig að það verður ekki hægt að búa þar. Þetta eru fyrst og fremst breytt búsetu skilyrði. En nú hringir vekjaraklukkan og segir okkur að sjálfur Golfstraumurinn gæti verið í hættu líka. Það eru þessar vísbendingar það og það er eina af þessum afleiðingum sem við sjáum og við sjáum þetta náttúrulega með mjög skýrum hætti yfir þessa sumarmánuði hvernig Evrópa staðan er þannig að hitastig núna svona þessi ár hækkar hlutfallslega meira í Evrópu og maður að sjá 45 gráður yfir og jafnvel þar yfir bara í allan nokkurn tíma. Þannig að ástæðan er skýr að reyna að gera hvað í hlutunum en COP-ráðstefnurnar hafa í rauninni verið svolítið þannig að vísindin hafa ekki verið í aðhlutverki þar heldur hagsmunaaðilar hafa oft náð sterkri rödd inn á þessar ráðstefnur og vísindin eru höfð svona til viðmiðunar en hagsmunaaðilar sem vilja allar breytingar gerist hægt eins og
að fasa út jarðefnaeldsneyti, að þeir hafa á einhvern hátt völd og hægja á í rauninni þeim breytingum eða sem hægt ná fram með því að skrifa undir svona sameineðar sterkar yfirlýsingar og þessna saga COP-ráðstefnunnar oft þannig að þetta útvatnað og það eru sumar þjóðir sem taka ekki þátt og endanum verður ályktunin oft þannig að það verða engar skuldbindingar heldur svona ábendingar að minnka losun og eins og verið hefur á síðust árum að minnka losun svona eins og hvert land treystir sér til þess að gera markmiðum sjálft. Þannig á endanum sko samtakamátturinn kannski ekki endilega eins mikill eins og hann gæti verið. Nei, en ég held sko að margir eftir því sem að hlýnar og eftir því sem að vandræðin aukast, þá held ég að mjög margir sko, dæmis bara ef við tölum sérstaklega jarðefnaeldsneytið, að margir líti þannig að það sem að við getum þó gert sem einstaklingar, það sé að huga að því og og sko ég hef upplifað bara svona í mínum kunningjahópi svona ákveðin vonbrigði af niðurstöðuleysi þessara ráðstefnu að það verði ekki einhvern veginn svona meiri hvatar og menn sé ekki á skeiðklukkunni hérna eins og þeir ætti að gera hvað var það sérstaklega að bruna CO2. Þetta svona það sem að snertir hinn almenna mann hér á Íslandi að okkur hefur verið talin trú það að þessi orkuskipti þurfa að eiga sér stað sem fyrst og nú finnst manni eins og svona svipuhöggin þau séu mildari og það eiginlega blóra við það sem að gerast í heiminum. Já, það mjög margt sem hefur breyst hvað þessa loftslagsumræðu varðar og það má til dæmis nefna eitt mjög skýrt dæmi að Alþjóða siglingamálastofnunin IMO hafði í febrúar á þessu ári samþykkt ákveðnar svona kröfur sem að áttu að gangi gegn í framtíðinni sem sögðu það að ef að skip á að fá leyfi til siglinga á alþjóða siglingaleiðum að þá þyrfti frá með árinu 2030 að eldsneyti að vera í ákveðið hlutfall af eldsneytistangnum þarf að vera umhverfisvænt og svo átti þetta að vaksa nýtt við með 2035 og svo 2040 og svo framvegis og þannig í febrúar og fyrstu mánuðina þar og eftir þá ætluðu þjóðir að samþykkja þetta og mikill hugur í fólki en þá komu hótanir frá Bandaríkjunum sem að voru þannig að þær þjóðir sem myndu samþykkja þetta þeim gert erfitt að sigla til Bandaríkjanna og þannig að þegar atkvæðagreiðslan átti þessi stað í október að þá var henni frestað þannig að það auðvitað erfitt að vera kannski pólitísku fulltrú og alltaf taka slægin við gagnvart svona hótunum en það sem ég skynja engu að síður að margir ályktuðu sem svo, já, þetta þá ekki bara fyrir bí, en það sem hefur gerst frá í október, þannig að þessar næstu 8 vikur sem eru frá því að þessari atkvæðagreiðslu var frestað, eru að stærstu skipafélög heims hafa bara haldið áfram að panta sér ný skip sem keyra á metanóli, grænu, umhverfisvænu eldsneyti. Þannig að sko, þeir sem að vinna gangverkið eru að halda áfram í þessari umbreytingu óháð því hvort að samkomulag næst alþjóðlega óháð því hvort að ályktun á COP sé skrifuð mjög skýr og það svona ljósið í myrkrinu að jafnvel þó að COP-ráðstefnan sé haldin og sameiginleg yfirlýsing verði útvötnuð að þá þessu umbreyting að gerast enga síður bara vegna þess að fólk sem í viðskiptum við skipafélög, flugfélög og aðra slíka aðila bara að biðja breytingar og farið að taka upp símann og spurja ég ætla að flytja hérna mikið magn og getið þið verið grænir
og það ljósið í myrkrinu og það er engin breyting af því hvað stórskipafélög eru að panta af metanólskipum þrátt fyrir kannski bakslag í orðalagi á COP. Þannig að það má eiginlega segja að bara almenningur er að taka völdin sem harmonerar við það sem þú varst að segja rétt áðan með að það eru bara áhyggjur hjá almenningi og fólki og þá fyrir fólk að breyta í þessa átt og framkalla þessa breytingar þó að alþjóðasamþykktir séu ekki til staðar. Maður skildi ætla að stjórnvöld hafi hér mikið að segja hvernig við breytum. Já, stjórnvöld hafa mjög mikil áhrif og stjórnvöld sem að hann var þarna umhverfisráðherrann Jóhann Páll og ég var í rauninni mjög ánægður með þau skilaboð sem komu frá íslensku stjórnvöldum inn á þessa ráðstefnu. Þar var talað að þjóðir verði að fasa út jarðefnaeldsneyti. Það voru skýr og sterk skilaboð og íslensk stjórnvöld gerðu líka athugasemdir við hvað loka ályktunin var útvötnuð og að þar væri ekki minnst á ekki einu sinni bara jarðefnaeldsneyti yfir höfuð. Þannig að þó að niðurstaðan hafi verið rýr að þá er samt tilgangur að halda COP og mæta og vera með alla yfirlýsingar í orðum því að það heldur svona fólki við efnið. Bæði almenningur sér fyrirtæki bara efnahagslíf heimsins sér að þessi umræða er ennþá til staðar. Það er ennþá verið að ýta á þetta þó að þjóðum heims takist ekki að koma sér saman eitthvað. Ég hugsa stundum það það er eiginlega óvinnandi vegur að láta þjóður heims koma saman og semjum eitthvað sem tengist svona mikið efnahagsmálum, peningamálum, fjárfestingum og breytingum á svona grunnþáttum gangverks þjóðana og þess vegna hef ég stundum velti fyrir mér hvort að þær þjóðir, segjum kannski bara þriðjungur af þjóðum á COP sem að eru tilbúnar að skrifa undir sterka yfirlýsingu að útfasa jarðefnaeldsneyti. Þær ættu bara að skrifa undir það og svo er bara listi hvaða þjóðir eru tilbúnar til þess og svo eru það einhverja aðra þjóðir sem skrifa undir eitthvað annað. Það væri allavega skárra heldur en að finna þennan lægsta samnefnara. Hvað eru allir tilbúnir að skrifa undir vegna þess að það verður oft ekki til mikils gagns. Nei, það kviknaði í ráðstefnunni í eiginlegri merkingu og maður sá strax á internetinu bæði innanlands og utan líkingar að þetta væri ágætt því það væri í rauninni að kvikna í heiminum okkar og ég nefndi hérna unga fólkið áðan. Ég sá einhverjum stað að loftslagskvíði eykur hættuna á að ungt fólk neyti fíkniefna og það skil ég vel. Ég tengi það til dæmis bara við ákveðin lífstíl sem við í menntaskóla lifðum á 9. áratug síðustu aldar að okkur fannst að það væri ekkit víst að yrði nein framtíð. Það kemur bara kjarnorkubomba og hún meinti bara eyða allri veröldinni og því þá ekki bara djamma í kvöld og láta eins og það yrði engin morgundagur. En það sem er áhugavert líka í þessu samhengi er að þegar við lesum svona fréttir loftslagskvíða unga fólksins sem getur leitt til skaðlegrar breytni eins og að neyta fíkniefna þá erum við að færa ábyrgðina kannski svolítið og fókusin yfir á einstaklingana þegar það eru jú ekki einstaklingarnir sem að hafa mikið að segja þessa þróun. Við erum náttúrulega, við eigum við rosaleg korporísk kerfi sem að eru langstærstu aðilarnir að kemur að þessari mengun og þarna náttúrulega skiptir samband fjármuna og stjórnmála mjög miklu máli og en svona bara í ljósi þess að margir lýsa vonbrigðum miðað við þá ögurstund sem að menn hafa talið að væru uppi og svona er ekki viðbúið að fólk missi bara svolítið móðinn því að það eru svo margar framtíðar sviðsmyndir sem varpaðir upp sem að gætu þýtt svo mikil vandræði sérstaklega fyrir unga fólkið okkar
að það er bara pínlítið erfitt að vera til fyrir ungt fólk. Já, þú tókst gott dæmi áðan sko þegar þú varst í menntaskóla og ég tengi við það líka að það var mikið talað ógnina af kjarnorkusprengjum og þá var svolítið þetta sko verður nokkuð framtíð því að það verði einhver lönd sem munu senda kjarnorkusprengjur í allar áttir. Svo rættist það ekki sem betur fer og ég hef ennþá alveg fulla trú að það verði með einhverjum hægt að vinna gegn breytingum á loftslagi þó að við séum komin á þann stað að það verður ekki hægt að losna við allar afleiðingar vegna þess að sumar afleiðingar eru bara óumflýjanlegar að því að við erum komin nánast bara nú þegar að þessu markmiði sem átti að vera góðugt markmið fyrir mörgum árum að hækka ekki meðaltals hitastig jarðarinnar meir en 1,5 gráðu, það er bara rétt undir því og það er ekki hægt að koma í veg fyrir það. 2 gráður er bara mjög bjartsýnt markmið núna, þannig ég skil alveg áhyggjur vegna þess að þetta er búið að vera umræða í sko 10-15 ár, mjög hörð umræða og fólk upplifir það að það hefði næstu ekki neitt gert. En ég held að núna séum við komin inn í tíma þar sem að bara ríkisstjórnir hvers land fyrir sig, bæði lítilla og stóra ríkja munu taka stærri skref en við höfum séð áður. COP í ár og COP-ráðstefnur fyrir ára hafa sýnt það að svona sameiginlegt átak heimsins er bara vettfangur fyrir það að dempa sameiginlegt átak vegna þess að það er alltaf einhverju hagsmunir sem geta komið og ég hugsa að eftir þessa COP-ráðstefnu þá verði margar ríkisstjórnir einfallega muni gangi þá átt að hugsa hvað getum við gert hér og nú til þess að fasa út jarðefnaeldsneyti vegna þess að þar liggur í rauninni bara aðal vandinn. 75-80% af vandanum er bara þetta eina efni jarðefnaeldsneyti og það eru bara 2 leiðir til þess að leysa það vandamál og það er annars að minnka losun en það og ég hvet til þess að það veri gert eins mikið og hægt en ef við ætlum að leysa í rauninni loftslagsvandan bara með því að minnka losun að þá mun það gerast mjög hægt því að CO2 sem er nú þegar í andrúmslofti er 100-200 ára að þynnast út þannig að núverandi ástand sem að við myndum skrúa fyrir næstu allar losun núverandi ástand verður svolítið lengi áfram og þetta er annað með metanið og þannig sem er líka loftslags sem hefur áhrif á breytingar og loftslagi en það þynnist út kannski á 15 ára þannig að þess vegna er CO2 sko svona þetta áhrifamesta efni en ég held að við eigum eftir að sjá bara ríkisstjórnir margra landa taka stór skref og þetta að ná svona sameiginlegu markmiði margra landa það og alls heimsins það sé ekki leiðin sem að er hægt að stóla á mikið í framtíðinu. Við til dæmis hér á Íslandi getum gert mjög mikið í því að fasa út jarðefnaeldsneyti og einn aðal þátturinn í því sem að gerir Íslandi það kleift að hraða á útfösun jarðefnaeldsneytis er bara svo staðreynd að hér er mikið af stóriðu vegna þess að stóriðan losar mikið CO2 og við gætum fanga það þannig að mengun eða losun stóriðjunar fari ekki lengur út í andrúmsloftið. Það er viðskipta hugmynd ykkar. Já, það er eitt af því sem að Carbon Iceland og fleiri aðilar út allan heim er að reyna að vinna og og er bara tækni sem er til staðar og í rauninni hefur verið nýtt á öðrum sviðum í yfir 80 ár. Þannig að af því að í rauninni losun stóriðunnar er frekar mikið hlutfallslega hér með bara mannfjölda og mannfjöldi ræður því hvað er mikið notað af jarðefnaeldsneyti. Sem gerur okkur að mestu umhverfissóðum heims. Það er engin þjóð sem losar meira á haus en við. Já, og það er ástæða og menn hafa talað um þetta sem stóran galla en í þessu er líka mikið tækifæri að ef við þá byrjum að fanga þessa losun sem er mikil að þá getum við hraðar en aðra þjóðir umbreytt þessari losun í umhverfisvænt eldsneyti og fasað jarðefnaeldsneyti
út hraðar heldur en flestar aðra þjóðir í heiminum. Og það eru einhverjar 2 eða 3 þjóðir sem eru búin að fá viðurkenningu á því að þær séu svona það sem kallast net zero og það eru litla þjóðir eins og Bútan og svona sem eru ekki mjög svona vestrænar í siðum og háttum. En við gætum verið kannski þjóð númer 4 eða 5 í röðinni að minnka nær algjörlega jarðefnaeldsneyti. En þá þarf ríkisstjórn að taka svolítið skýrar ákvarðanir í þá átt og ég hef alveg heyrt ráðamenn hér á landi tala í þá átt og það lofar mjög góðu en fólk, ég skil vel að fólk hafi ekki mikið traust vegna þess að það er svolítið löng saga alveg frá 2010 þegar ríkisstjórnin þá sögðu já nú ætlum við að setja kolefnisgjald á og reyna að nýta það til góðra verka, gera Ísland grænna og svo er bara búið innheimta þetta kolefnisgjald og það er búið innheimta held ég frá 2010 næstu í tæpa 70 milljarða í rauninni bara af þeim sem eru að kaupa jarðefnaeldsneyti og þeir hafa bara farið í stóru hítina bara að borga skatta sem sagt og afsakið ekkert mál, þetta gerist oft við ræðum bara þannig að Íslendingar eru pínlítið óþolinmóðir hvað það var. Það eru búin að sjá mörg dæmi þar sem að skattar hafi verið settir á til þess að hraða á grænumálunum en svo hefur ekkert verið hraðað en skattar hafi verið settir á og enn stærra dæmi er í rauninni ETS-gjöldin sem að stóriðan alþjóðasiglinga félögin hér eins og Eimskip greiða marga milljarða og það stendur í ETS-reglugerðinni við ætlum að innheimta auka gjöld fyrir ykkur sem ætla að nota hreint jarðefnaeldsneyti og stóriðjan og skipafélögin hafa greitt þetta og eru enn að spurja, já en hvar er þá, það stendur í ETS-reglugerðinni þjóðir fá þessa peninga tilbaka þannig að það sem að ETS-fyrirtækin hér, stóriðjan og skipafélög og fleiri hafa greitt úr sínum sjóðum á að fara til ríkisins og ríkið á að nota það allt til þess að hraða á uppbyggingu þess að sé hægt að fasa út jarðefnaeldsneyti en það hefur bara ekki verið gert. Nei. Ég hef heyrt samt að það er meiri von núna með þeim stjórnvöldum sem að sitja nú að ég hef heyrt eins og umhverfisráðherra tala í þá veru að það sé stefnt að því og og þannig að það gefur von en þá þurfum við að sjá alveg á næstu vikum og í síðasta lagi byrjun næsta árs þá þurfum við að sjá skýr dæmi það og það var mjög ánægilegt að sjá í nýri stefnu sem umhverfisráðherra gaf út núna fyrir 2 mánuðum í haust þegar hann sagði að sérstök áhersla verði lögð á því að fanga losun frá stórum mengunar aðilum á Íslandi og það er fyrsta skrefið. Og fyrst að þetta er komið í opinbera stefnu sem var birt á vef í stjórnartíðindum að þá er strax sem sagt von það. En það var haustfundur Landsvirkjunar á dögunum og einhver orðræðu greindi fundinn, hvort það var Stefán Jón Hafstein bara, og hann sagði að orðið loftslagsmál kom aldrei fyrir. Og gott ef að hitt orðið sem kom aldrei fyrir, það var umhverfismál. Og ég held að séu ansi margir sem upplifa það núna bæði innanlands og ekki síst utan. Þá sé bara algjört andvara leysi. Klukkan, TV, við vitum að það sem skóp, það sem ég vil kalla bakslag á sínum tíma var COVID, alheimsfaraldurinn, það var vakning umhverfismála í gangi undir til dæmis leiðsögn Gretu Thunberg og fleiri og við eigum nú ung börn og við heyrum nú, kannski ekki svo ung en við eigum börn, ungt fólk sem að þú kannast við það að þau eru með svona allt í róttækara hugmyndir hvað við þurfum að gera og svo kemur þessi alheimsfaraldur og þetta svona sefur aðeins þessi málaflokkur
maður hélt að hann er kannski tekin aftur upp af krafti en sko núna finnst mér bara, svo ég orðið mína persónulegu skoðun, mér finnst bara að við séum í ákveðinni afneitun, við séum bara að reyna að horfa framhjá þessu, það er talað stríðsógnir í heiminum og við þurfum að setja peninga í varnir og eitthvað svona og bara minna til loftslagsmála og minnst þetta bara að gefa á eftir á öllum sviðum á sama tíma og dæmin, raunverulega empirísk dæmi æpa á okkur það sem vísindamennir hafa sagt að muni gerast, það mun að öllum líkindum gerast. Alveg rétt. Ég held að þetta sé alveg áhugjefni og sérstaklega þessi orðræða að nú er svo mikil óöld í heiminum að nú þurfum við bara að setja alla peninga í varnarmál og kaupa vopn. Og ég skil alveg þá umræðu vegna þess að það þarf að kveða niður þá sem að eru upphafsaðilar þessar ofbeldisöldu sem að ríður yfir heiminn en að tengja það við og þess vegna ætlum við ekki að setja neitt í loftslagsmál. Ég trú ekki að það verði veruleikinn vegna þess að almenningur bara víðum heim mun krefjast þess engu að síður og þetta er líka svona hálfgerð rökleysa að segja ef heimilistekjur minnka um 30% þá fær bara þetta barn að borða. Þetta er einhvern veginn svona Excel-niðurstaða. En þó Excel sé frábært verkfæri þá gengur stundum Excel-niðurstaðan ekki upp og verður ekki framkvæmt bara vegna þess að það kemur eitthvað annað og ég held að það verði líka á þessu sviði að þó að þessi umræða sé þá erum við bara að horfa á það alvarlegar afleiðingar og ungt fólk sem að sér hættuna og þá eftir að lifa kannski 70-80 ár í heiminum að það vill breytingar og það mun ýta á breytingar og ég er alveg samfærður við eftir að sjá mörg dæmi eins og til dæmis bara forstjóri flugfélagsins KLM sem sagði við þurfum ekkert lengur að horfa á einhverja standarda hvað ríkisstjórnir skip okkur að nota mikið af umhverfisvænu eldsneyti vegna þess að fólk er bara komið langt á undan öllum stöðlum og bara heimtar þetta. Þannig að almenningur er farin að biðja þetta og ungt fólk verður þar í farabrotti að segja ég ætla ekki að fljúga með þessu, ég ætla ekki að senda vörunar mínar með þessu skipi eða nema að þeir séu að færa sig í rétta átt umhverfislega. Ég held að það verði stóri drifkraftur í þessu á næstu 5 árum og verði miklu meiri drifkraftur heldur en COP-ráðstefnurnar. Þó að þær séu alveg mikilvæga líka til þess að halda samtalinu áfram þó að loka ályktanir verði útvatnaðar. Svo er náttúrulega ekki spurt sanngirni í þessum efnum. Sum okkar leggja mikið á sig til þess að bregðast ábyrgt við hjóla í vinnuna, ganga í vinnuna, flokka ruslið með sómasamlegum hætti og svo framvegis á meðan aðrir eru ekki að gera neitt og það er alltaf vandinn sjá við fyrir okkur framtíð þar sem við höfum látið af okkar forréttindum, þessar vestrænu ríku þjóðir að maður svona sjálfur finnur hræsnina í eigin haus stundum. Maður talar innblásin hvað þurfum að gera og svo kannski nennir maður ekkert sjálfur að gera nema hluta þess sem að þyrfti að gera til þess að breyta hegðun. Hvað varðar losunina? Þá það er að minnka losun, fangalósun eða fargalósun. Er ekki þessir 3 kostir? Fangalósun, minnkalósun, fangalósun, fargalósun, jú, það má alveg segja það. En sko, ef við ætluðum að taka drastísk skref í að minnka losun og á þess að kannski tæknin sé alveg búin að höndla hitt, þá liggur alveg fyrir að okkar lífstíl myndi taka miklum breytingum. Ég segi stundum að ef við ætlum að leysa loftslagsmálin með því að draga úr losun, þá erum við að taka upp 18. aldar lifnaðarhætti. 18. aldar lifnaðarhætti? Já, það sem að vera bara kvóti, sér hver kennitala hefur heimild til þess að hoppa upp í flugvél einu sinni á 5 ára fresti og eitthvað svona og reyna að nota eins og var fyrir nokkur 100 árum, jarðefni að byggja hús og það er enginn sem mun samþykkja að fara í þá átt. Við
erum vön. Við eigum auðvitað að reyna að draga úr losun eins og hægt en svo ábyrgð á ekki að leggjast, miðjan þar á ekki að leggjast á einstaklinga heldur fyrst og fremst stóra mengunaraðila allan heim. Þar á þetta að liggja. Og ég hef þá trú á því að þó að sumar þjóðir, Bandaríkin og Kína og fleiri þjóðir segi nei, við erum ekki tilbúin til þess að gera neitt, þá svo rosalega mikið að gerast hvað lausnir varðar, tæknilausnir, og það eru í rauninni komnar lausnir sem bara heimila það að leyfa það tæknilega að framleiða jarðefnaeldsneyti á sem hægt að nota í staðinn fyrir sem sagt grænt umhverfisvænt eldsneyti, að framleiða það eins og rafeldsneyti sem hægt að nota í staðinn fyrir jarðefnaeldsneyti og fyrstu framleiðslu línur hér og þar í heiminum. Þetta að gerast í öllum heimsálfum og í flestum löndum og mörg hundruð svona verkefni í gangi hér og þar heiminn, og þegar þetta verður orðið svona komið aðeins lengra, orðið reglulegra og fólk fer að sjá tanka og skip og flugvélar hér aðeins notað umhverfisvænt eldsneyti, að þá verður risabylgja og fólk segir þetta komið, og segir kannski um einhvern annan aðila, einhvern skipaðila sem hægur í þessari þróun. Já, ég er búin að sjá þetta á 3-4 stöðum og þú getur alveg gert þetta líka. Nú þetta bara komið og ég ætlast til þess að allir aðilar gera þetta. Það verður svona bylgja, allt í einu bara og maður heyri stundum í umræðinu, já, en þetta umhverfisvænt eldsneyti, það aðeins dýrara en þetta venjulega. Já, það kannski eitthvað til að byrja með, en við getum tekið bæði þegar Henry Ford framleiddi fyrsta T-Fordin eða þegar Elon Musk framleiddi fyrstu Tesluna. Fyrsta Teslan með öllum þróunarkostnaði kostaði 1,3 billjónir dollara og svo hefur hún lækkað niður í að þetta með ódýrustu bílum, og það bara það sem maður sér alltaf. Og ef að umhverfisvænt eldsneyti kannski 20% dýrar í dag þegar verið að byrja á þessari bylgju í heiminum, þá hef ég ekki nokkrar áhyggjur af því annað en að þetta verður bara á sama verði eins og jarðefnaeldsneyti er. Þú hefur kannski ákveðna hagsmuni að því að tala með þeim hætti sem þú gerir af því þið eru að vinna með tæknilausnir hjá Carbon Iceland, en þú tekur fyrst og fremst þátt í svona umræðu bara sem upplýstur Íslendingur á miðjum aldri. Já, mínir hagsmunir eru bara fyrst og fremst að það verði hægt að gera eitthvað í þessu út frá bara jafnvægi jarðarinnar, bara jafnvægi veðurkerfa, út frá því að jörðinni líði vel og hér verði sem minnst og helst engar breytingar á búsetu skilyrðum. Það eru bara fyrst og fremst mínir hagsmunir og jú, ef að vel gengur þá náttúrulega heldur Carbon Iceland verkefnið áfram og það eru alveg skýrt teikn það og en einhverjir hagsmunir þar sem varða mín laun eða ábata, ég get bara farið að gera eitthvað allt annað, þannig að það ekki eitthvað lykilatriði fyrir mig að þeir hagsmunir rætist fyrir mig, en það eru lykilhagsmunir fyrir mig að hagsmunir fyrir hand jarðarinnar og loftslagsbreytinga að þeir gangi. Ég geti farið að gera eitthvað annað en Carbon Iceland, ég get ekki fundið inn aðra jörð til að búa. Nei. Það liggja aðal hagsmunir mínir. Já. En það horfir ágætlega hjá okkur, það ekki? Það hafa ekki verið einhver jákvæð skref? Jú, það bara mjög jákvæð teikn á lofti og ég hef farið víða erlendis og talað þessa lausn, og þá hef ég stundum hugsað það að það best að koma þessum skilaboðum á framfæri með því að tala með mjög einföldum hætti, hætta að tala sem verkfræðingur, hætta að tala mjög tæknilega og hef svona síðasta ár verið víða erlendis og talað út frá svona þessum orðum: það þarf að loka strompum heimsins. Það í það sem þarf að gerast.
vegna þess að þessi stóru iðnaðarstrómpar heimsins eru í rauninni kjarninn af þessu vandamáli og við þurfum að loka þeim, þannig að engin losun fari framar úr þeim og einhver spyrja hvernig ætlar að gera það. Það er bara til skýrar tæknilausnir með það og það bara farið þetta verkefni. Sérðu fyrir bara heiðarlegt svar ánægulega framtíð barnanna? Já, það verða þetta einhver áföll og það er ekki beinn og breiður vegur framundan en almenningur að mestu leyti er komin svo sterkt á þá skoðun að ég held að við séum komin alveg eins og sagt við erum komin á einhverja braut þannig að verður ekki hægt að þetta sem kallast á ensku afsakislettuna point of no return við erum komin þangað í mjög hröðum breytingum og loftslagsbreytingum en við erum líka komin með samskonar punktar sem að verður ekki hægt að fara tilbaka hvað varðar bara baráttuanda og skoðanir almennings sem munum krefjast þess að fara í þessa átt. Og færir okkur von á þessu skammdegiskvöldi á mánudegi í nóvember. Mikla von. Kæri þakkir, megirðu reyna sannspár, Hallgrímur Óskarsson, búið að vera fróðlegt og skemmtilegt spjalla við þig. Gangiði vel. Takk sömuleiðis. Já, og áfram veginn, kæru hlustendur og áhörfundur, við verðum hér með nýjan kafla eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is